Var hérna fyrsta sem þú gerðir svona ofumanna, var það tengt Kristínu? Nei, ég var búin að búin að róa 100 kílómetra með nokkrum félögum sem að svona kveikti svolítið svona, ég var búin að náttúrulega byrjaði CrossFit 2016 og það er svolítið magnað samfélag þetta CrossFit samfélag sko og svo Ef ekki byrja bara? Jú. Byrjum bara hana. Já. Svo heyrði ég af nokkrum gaurum sem ætlaði að róa 100 kílómetra sem að margir hafa gert, skilur, ekki þannig svona ofurmannlegt, skilur, og mér fannst eitthvað spennandi við það, þannig að ég spurði hvort ég mætti ekki vera með og fór í gegnum það og það var eitthvað svona, það var ömurlegt, sko. Já, skilur, ég setti mér svona einhver markmið að standa ekki af róðravélinni og slepp ekki handfanginu í allan tíman, sko, og var til dæmis að alveg í spreng sko síðustu 40 kílómetra, þetta er svona margt svona en það er svona kveikti eitthvað þarna, að kann eitthvað meira. Hvað er það að róa 100 kílómetra? Hvað væri það sambarilegt við að til dæmis hlaupa? Það tók mig sko 7-8 tíma rétt hæpa. Þannig að Er maður að róa svipuðum hraði eins og maður að hlaupa? Hver kílómetri álíka mikið? Nei, ég er að róa hvert kílómetri var í svona 2 mínútur og svona 4 eða svona rétt innan við 5 mínútur. Já, ok. Já, þetta er ekkert svo langt frá, sko. Nei. En ég myndi færa miklu hægar yfir í hlaupinu, samt. Já, einmitt. En svo svo bara einhvern veginn að kikkaði þar inni og svo heyrði ég af öðrum ekki svo löngu seinna páskana 2018 og þá var hann að fara í eitthvað sem heitir Concept Ironman sem er svona viðurkenndur titill núna. Okay. Concept er með róðravél, skíðavél og hjól og það var 50 kílómetrar í skíðatækinu, 100 kílómetrar róðravél og 200 á hjólinu. En það, sko, sá sem ætlaði að gera það, hann bjó út í Luxemburg, hann gerði þetta 100 umferðir gegna 500, 1000, 2000 og einhvern veginn beit ég það í mig frekar að gera þetta bara 50, 100, 200 og og það tók heilan sólarhring, það tók mig allavega, hann var miklu fljótari en ég og það, já, með þessum tveimur þá svona kviknaði eitthvað, ég veit ekki, bara einhver þrá að svona testa meira, sko. Er þetta þannig að kemur þráin eftir því að gera eitthvað svona kemur hún á undan eða kemur hún eftir að maður prófar þetta í fyrsta skipti? Já, ég held sko upplifunin sko þegar ég kláraði 100 kílómetra eins og ég segi, það er margir búin að róa 100 kílómetra og miklu betri tíma og allt, skilur, það var eitthvað, það voru einhverju töfrar í, skilur, í sásuganum og standa upp og það var oft sem hann langaði svona að hætta og efast en þegar ég var búin að klára þetta þá svona stendu upp og að hugsa tilbaka og að maður hafi bara klárað, skilur og þetta er svona ólýsanleg tilfinning, það er já, og svo seinna mér þegar ég fór að gera svona aðra hluti kannski sem að tóku lengri tíma, það er eitthvað myrkur sem að hellist stundum með mann sko í þessu sem að maður sækist alltaf í einhvern veginn, af því að þegar þú ert búin að fara í gegnum það að þá það er eitthvað svo geggja að vera klár eitthvað og já, finna bara hvað mér líður vel með það að hafa gert það. Þú segir myrkur, er það að tala um bara kynnast einhverjum hliðum á sálinni? Já, bara alls konar rattir sem byrja að tala og svona, og stundum bara ekki rattir, stundum bara einhvern veginn svona hellist yfir mann bara svona dofnar allt sko, bara, og verður bara svona þungskíða sko. Já. Og en eins og einn góð félag minn sagði við mig og núna til dæmis eins og ég fór í þetta réttstuðul heimsmetið að sásökin kemur alltaf í bylgjum sko, og svo þið getur liðið illa alveg ömurlega á 1 mínútu og svo getur það verið búið að snúast í 180 gráður bara eftir 10 mínútur sko. og það er eiginlega ótrúlegt sko, eins og ég synti til dæmis í 2 sólarhringa 2019 og eftir 4 klukkutíma leiti ég á systir mín og spurði bara hvað er ég að gera og eftir 18 tíma var mér alveg sko, svo illt í öxlinni að ég bara átti ekki
ég bara svona var hugsaði hvernig ég kemist í gegna en svo síðustu 7 tímana af þessum 48 að þá syndi ég stanslaust í rauninni á þess að borða að drekka bara alveg, þetta er eitthvað state sem að maður kemst í sem er alveg útskýranlegt sko. Já, þetta er þversagnakent að því maður myndi hugsa ef þú ert að fara að hlaupa marathon eða eitthvað að þetta verði bara línulega erfiðar eftir því sem kílómetrunum fjölgar en maður hefur heyrt marga lýsa þessu svona að þú veist, ég getur liðið þannig á kílómetra 12 að það er bara, þetta er bara búið. Já. Og svo bara kílómetra 28 líður er rosa vel. Já. Það er þetta sem ég segi, þú veist, þegar þú veist svo búinn og ferð að recap eða þess að hugsa tilbaka hvað það var upp og niður, skilur, og það er allt sem að er að segja er að stoppa í rauninni, þú veist, líka minn alltaf bara er bara að stoppa þig af, en maður heyri einhvern tímann að það var einhver sérsveitarmaður sem talaði sko að þegar maður heldur maður sé búinn þá á maður 40% eftir. Já, líka oft talað það. Jú. Það sé svona, einmitt, svo að því við erum byrjaðir að svo ég kynni þið bara, það er Einar Hansberg og þú ert svolítið, hefur svona það sem að hefur vakið athygli á síðustu árum er þessi svona ofur afreg sem þú ert búin að vera í. Þau hefur eitthvað skoðað David Goggins. Já, bara svona maður sér svolítið svona, þú ert svolítið smá íslenski David Goggins. Já, þú veist hann er náttúrulega bara á allt öðru level held ég sko, bara svona. Því það var það sem ég ætlaði að spyrja næst, hvað leikur línan, hann hefur gert hluti þar sem að maður hugsa ok, ég byrjaði að míga blóði í einhverju 100 mílna hlaupi og ég á helmingina hlaupin eftir og klárar það samt. Á hvaða punkti, þú veist, þegar þú segir úr að upplifa ef ég væri að fara í gegnum eitthvað svona, þá kemur stærsta röddin sem kemur á mér, er ég núna að meiða mig þannig að ég mun ekki geta eftir heyft mig í marga mánuð eftir. Sko það er, hann er náttúrulega alveg á allt öðru level, mér finnst geggja að liggja heim í sófa og horfa bara á Netflix eða ekki, skilur, en ég veit ekki hvort að hann samþykki það, sko, en það, þetta einmitt, maður er alltaf að hugsa þetta, en aðalega svona kannski í aðdragandanum af því, þú ert búin að ákveða eitthvað, svo líður af því og þá fer maður að hugsa, ég vona ég sé ekki að ganga á eitthvað sem maður þarf að eiga seinna meir, og eins og þetta lýsa með hann, hann er náttúrulega bara einmitt hlaupa fótbrotin og eitthvað svona, skilur, þannig að, en þegar þú ert byrjaður, þá, allavega er það hjá mér, þá er ekki í boði einhvern veginn að stoppa. Nei. Og ég tala nú ekki þegar maður er að vekja athygli á einhverju og er með fólk með sér og eins og það er ekki skömm að því að hætta, ég er ekki að segja það, alls ekki. Nei. Og fólk á að gera það ef það finnur þannig, en það er bara einhvern veginn er ekki í mér, einhvern veginn með þetta allavega. Sagðir áður við byrjuðum að það hefði mögulega verið, ef þetta hefði ekki gengið upp á þetta nýjasta, þá hefði það kannski líka verið á einhvern nátt gott að þú getur sýnt bönnunum þínum hvernig maður bregst við. Já, algjörlega. Eins og ég sagði við konuna mína, kannski var það besta leksíðan fyrir bönni mín að þetta myndi klúrast, hefðist ég myndi ekki ná þessu. Að þóra að setja bara eitthvað fram og segjast alltaf að gera eitthvað og svo bara leggur vinnuna inn og leggur það á borðið og þá sér maður hvort að það tókst eða ekki. Alveg sama hvort það tekst eða ekki, það kemur alltaf í þessu tilvæði, kom bara mánudagur daginn eftir, skilur, það breytist ekkert, En er ekki sigurinn svolítið að sigurinn er náttúrulega ákveðin að bara leggja af stað, Já. Þó að útkoma myndi, ég hugsaði þetta því svona eina sem ég hef gert sambarlegt við þetta er hljóp Laugaveginn og ég var ekki nógu vel undirbúinn, bara alls ekki, það mest hlaupið 10-11 kilometra. Og þá mitt hugsaði ég, en ég er ánægð með að ég sé mættur hérna þegar ég var við startlínuna og hugsaði, ef þetta klikkar þá ætla ég að vera gæinn sem að ber höfuð hátt í rútunni heim. Algjörlega, og það einmitt eins og þú segir, að vera mættur, það er alveg, þú hefur alveg tíma og getur fundið alls konar afsakanir til þess að mæta ekki, skilur. Akkurat. Og en það sem ég hef einhvern veginn, ég er svo hvatví, að eins og með þetta, að þá var ég að hjóla heima, var búin að vera að hugsa og búin að googla eitthvað og bara búin að hugsa eitthvað deadlift, eitthvað svo leiðis, en var bara að hjóla heima og var í einhverjum svona hárri ákjæða af svona interval hjólaæfingu og var mjög hátt í einhver svona endorfín bara vímu og þá fór ég að hugsa þetta og þetta bara svona small saman og ég var bara á því viss var ég bara búin að setja þetta á Instagram eitthvað svona, eftir 6 til 8 vikur alltaf ég að setja heimsmet og þá var rauninni ekki aftur snúið hjá mér allavega. Það er þetta nýjasta?
Já, þetta nýjasta sko. Hvernig undirbýr maður þessu undir? Heimsmetið var að setja, sem sagt, þú ætlaðir að lyfta upphæðlega 501 tonni í réttstöðulyftu á einu sólarhring og þurfti síðan að færa það upp í 521. Já, við sem sagt bara, þegar ég hendi þess að nú, þá ég búin að googla og þá heimsmetið þarna rétt tæplega 501 tonn og ég hef bara samband við, bróður minn og segja honum bara, og hann náttúrulega, segja honum hvað ég ætla að gera og hann náttúrulega bara alltaf tilbúinn að, bakka allt upp sem maður gerir, sko. Og og ég fer að náttúrulega bara svona hugsa allt út frá þessum 501 tonni og og fer bara svona að prófa mig áfram og fer ekkert að staða mikið í endilega lyftinga, bara svona aðeins að testa kannski 40 mínútur og eitthvað svoleiðis en svo þegar að fer að líða næri svo og af því að ég segi ég ætla að setja heimsmet eftir 6-8 vikur en gerir mér ekki grein fyrir að tekur 12 vikur ferli að sækja það hjá Guinness sko. Þannig að þetta voru aldrei 6-8 vikur sko. Og svo bara náttúrulega var síðast ár mjög skrítið bara út af COVID þannig að þetta var alltaf að frestast og svo skutuðu við vídeo bara svona þess að kynna hvað var að gerast og þegar við erum að fara að setja það út í nóvember sko, löngu eftir ég sagðist alltaf að gera þetta á föstudeginum 9. nóvember ef við minni rétt þá ég bara að googla eitthvað bara deadlift og bara svona að reyna að finna hvort ég finna eitthvað mannin sem átti eitthvað podcast eða eitthvað sem ég geti nýtt mér en þá reyki ég augunni það bara einhver Breti sem að búin að setja markið hærra og bara að fara eftir 20 daga að gera þetta 27. nóvember ætlaði hann að gera þannig að þá kom svona smá krass að þá voru búin að skjóta vídeo út frá þessu 501 þannig að það kom svona smá krass og smá panik og mér leiði ekki rosa vel hann dagana eftir og var svona velta fyrir mig hvað maður gæti gert en við ákváðum að bíða bara og sjá hvað hann gerði og hann setti markið sko 600 tonn sko. Það var svona líka það sem að hrætti mig sko en sem betur fer að þá fór hann ekki alveg svo langt. Nei. 600 tonn og þú 500, hvað þetta? Þú ert með 60 kíló á stönginni sem þýðir þá cirka hvað marga lyftur? Sko, þetta átt að vera 8.690 lyftur en við unnum alltaf bara út frá 8.800 af því við vildum eiga smá buffer ef að Guinness myndi sjá einhverjar misefnaða lyftur en þetta endaði að vera 9.287 með minnir rétt en það var að því að við fórum niður í 45 kíló og tókum þá aðeins fleiri í lokin og ég var búin að vinna mér aðeins í hæginn og Hvernig býr maður skrokkin undir svona? Af því að 60 kíló alveg fyrir eitthvað sem í góðu formi og þú næfa crossfit og þetta er ekkert brjálu þyngd en þetta samt það mikil þyngd að ef maður fyrir að gera formi vittlust og eitthvað svona þá stutt í að maður fara að fá í mjóbakið ég hafði fljótlega eftir ég var búin að ákveða að hafa sambandið Unnar Helgason styrktarþjálfara og hann hjálpaði mér setti upp svona öðruvísi svona prógram þess að þeir eru bara öðruvísi náttúrulega út frá þessu þannig að þetta var mikið bara svona að vinna í core og svona alls konar svona vöðum sem eru sem stabilisera náttúrulega bara coreið þannig að en ég eins og ég sagði við hann ég var ekki nógu duglegur endilega að fylgja því eftir prógraminu en ég gerði alltaf eitthvað og svo svona inn á milli þá tók maður svona lengri svona session í réttstöðulyftu svona þessi EMOM og svo bara hjólaði ég bara svona þetta var mjög lélegur undirbúningur ég bara þegar ég fæ svona hugmyndir þá verður þetta eiginlega bara gerast strax sko því ég á svo erfitt með að bíða sko og eins og þegar ég til dæmis eins og þegar ég í 500 kilometra þá voru margir að segja við mig þú verður að taka langt sesjón, þú verður að en ég einhvern veginn bara ég var bara svo hræddur að fá leið á því í æfingaferlinu sem eiga kannski ekki sens eða svona fyrir aðra en maður bara fann að læra og líka mann að þekkja sjálfan sig og eins og núna þetta nýlega með réttstöðulyftuna að ég var búin að gera svo margt áður ég vissi alveg hvað ég var að fara út í þanniglega með haus og líkama sko en klárlega ekki besti undirbúningurinn alls ekki sko og ég er ekki þekktur fyrir að vera góður í því sko
Í réttuðlutu? Já, að undirbúa. Að undirbúa. Sko. Já, veist, fólkið mitt sem að, svona, hefur verið með mér í þessu, það þarf alltaf að vera að hlaupa og binda einhverja enda, sko, þegar ég byrjar á því sem ég ætla að gera. Þú ákveður þegar þú ert að fara að stað með þetta, heimsmet, að setja tilengaða börnum. Já. Hvar kemur sú pæling? Sko, ég er 3 barna faðir og ég er á fransiskinni og er að þjálfa krakka í körfubolta. Þetta er bara svona mér er bara andum eins og flestum skilur, þeirra velferð, og ég held að við getum svona að hafa verið krakki, þegar maður var yngri, ég fekk bara frábært uppeldi, en svona í þá daga var þetta svolítið bara svona, ég er fullorðinn og þú ert barn og þetta verður bara svona, af því bara. Ekkert, engin stór atriði skilur, en bara svona, þú ert að fara svo núna, af því að, eitthvað. En þannig að og 2019 þá fórum við, gerði ég með UNICEF, þau voru með herferð sem ég heit stöðum feluleikinn, sem var verið að berjast gegn ofbeldi á börnum, og ég hafði samband við og bauð fram mína krafta og var með hugmyndir, hvað væri hægt að gera, og svona út frá því einhvern veginn svona, já, spratt svona að vilja gera meira og svona vekja athygli á þessu, og í rauninni var ég ekki að tala til neins nema bara kannski til mín sjálfs, skilur, bara svona höfða til fólks, fólk var mikið að koma og spurja hvort við værum að safna pening og hver reikningsnúmeri væri, en þetta var bara, já, því að ég held að bara eins með þetta, eins og með allt, ef allir geta breytt eitthvað svona smá í nálgun sinni við börn og bara svona í umgengni, skilur, þá náum við hellingsárangur, en ekki það að það er verið að gera fullt af flottum hlutum, En þegar þú segir þessi fyrri skipti þegar þú hefur verið að vinna með UNICEF og talar stöðum ofbeldi, núna varstu þá meira að hugsa þetta með að gefa börnum rödd og já, akkurat, því það kom aðeins til tals einu sinni í þættinum hjá mér þegar ég var með Sigmund Erni, þá var hann að ræða með mitt bara fjölmiðlun og minnihlutahópa, hvernig þú veist allt í einu mátti vera alkoholisti og allt í einu fengu samkynhneigður rödd og allt í einu, þá fór maður pæli svona, það er einn hópur sem er samt ennþá einhvern veginn þannig að við spurjum börn ekki hvernig skólakerfið á að vera. Nei, þetta er ennþá svolítið svona bara akkurat, við ákveðum þetta og þið bara hlýðið. Gæti ekki alveg verið að við séum svona, að sé ykkur svona breytingaskeið í gangi núna þar sem að við mögulega svona interruktum öðruvísu við börn? Ég held að, eins og ég segi, ég er búin að þjálfa börn í körfubolta í 10 ár og á 3 börn og ég hef bara lært ógeðslega mikið af því að umgangast þau og vera opinn, maður er ekkert alltaf opinn, af því að hlutinni þurfa stundum bara að ganga, en þegar maður er opinn fyrir því að hlusta á þau og einhvern veginn svona, að setja sig í svona þeirra spor og sjá kannski hlutina aðeins meira út frá þeim en ekki hvað hendar mér, að maður er bara lært helling af því, og eins og ég segi, að vera opinn fyrir því, en guð mig góður, ég hef gert svo mörg mistök, með börnin mín, en ég reynir samt að vera duglegur að koma tilbaka þá að biðjast afsökunar og sjá þegar ég gerir mistök og kyngja stoltinu, ef maður getur sagt sem svo, að ekki bara, hugsa að ég er fullorðinn og þetta er bara svona. Einmitt. Þegar þú segir þjálfa körfubolt og börn, þá hugsa ég strax Brynja Karl, sem ertu búin að sjá myndina. Já, við sáum hann í gærkvöldi. Hann er vinur minn, það stendur til að það er jafnvel pæling að stelpunnar og liðinars muni koma inn í viðtaldi mín. Já, það væri mjög áhugavert. Því það er mitt, það er alls ekki allir sammálaði hvernig hann gerir þetta, en það er allavega svona verið að nálgast þetta á annan hátt. Já, ég horfði á myndina og þú veist, það er svo hættulegt, hann er náttúrulega umdeildur og þetta skilur við, það er svo hættulegt að þegar við förum að gefa okkur eitthvað. Ég get dæmt hann af því sem ég sé, en ég þekki ekki, ég veit ekki hvað er að gerast á baku tjöldin, og í myndinni veriðist vera rosa mikið traust, skilur við, á milli, og það bara koma hann að atriða það sem að það er fundur og faðir hann á fundunum fyrir að gráta, því að það er, ég er rosa sökkir fyrir svona, en það var, ég átti erfitt með mig heima, því að að því að þetta var, að því að hann er, hvað ég segja, hann er að gera flotta hluti þó að aðferðina séu kannski umdeildar. Já, algjörlega.
En ég ætla ekki að dæma þér að ég þekki ekki hvernig hann hefur unnið í. Nei, og það er svona komið sér pælingu með að fá stelpunar í viðtal, því þær eru orðnar nógu gamlar til þess að þegar fólk er einhvern veginn að drulla yfir þetta allt eins og þetta sé bara hann. Já. Þá fattar það ekki að það er kannski einhvern veginn að drulla yfir þær líka, sko. Já. Þær hafa alveg líka, þetta er interaktíft samband, sko. Já, algjörlega, sko. Því ég var að skoða hvernig hann er að vinna með þeim, sko. Já. En það sem, sko, þú hefur tvisvar svona gert eitthvað fyrir UNICEF, eða ekki? Það sem að það var... Jú, það var ég var Kristín Sif, vinkona okkar. Já. Ég var nýbúin að róa 500 kilometra fyrir hana og hennar börn, þá voru við eitthvað bara grínast og hún segir, já, er það ekki bara næst að fara hringinn með róðravélina eitthvað? Og það bara, klikkaði þessi hugmynd og ég fór að hugsa, hvað væri gaman að fara hringinn og gera eitthvað, og var þá að hugsa þessar konceptvélar og bara eitthvað annað, en svo voru við bara heima ég og frúin og þá er þessi herferð í gangi og hvort hann var í útvarpinu eitthvað og það kallaði bara svo mikið til mín, þannig að ég kom heim og sagði bara, herði, ég verði eiginlega að gera eitthvað, ég er með þessu hugmynd, ef ekki senda þeim línu og hún gerir það og þeim leist bara svona rosalega vel að það og þá snýrist það það sko að það eru 13.000 börn sem verða fyrir ofbeldi á hverju ári fyrir 18 ára aldur og hugmyndin var þá að á Íslandi sko. Og það var ekki tekið inn í held ég einelti og vanræksla og svoleiðis og ekki andlegt, þetta er líkamlegt og já, sem eru sláandi tölur. Það er rosalega há tala. Ég man ekki prósentuna, þetta var bara og enn og aftur eigandi 3 börn og þau alast sem betur fyrir upp bara á góð heimili og allt svoleiðis að ég sá fyrir mér að við getum gert eitthvað ef þau hefðu áhuga, þannig að við sendum við línu og svo þau tóku vilja þannig að við heldum fund og það varð úr að við fórum hann að hringinn og söfnum 13.000 metrum á þessa vélar sem að teku svona innan við klukkutíma á hverjum stað og fórum held ég á 38 staði og þá voru fulltrúar frá þeim sem við vorum með okkur og þá var safnað undirskriftum til þess að þá var verið að þrýsta á stjórnvöld að væri eitthvað svona skýr stefna í þessum málum þannig að og það var mjög áhugavert sko, en svo tók ég það bara upp sjálfur svo í þetta var í ágúst 2019 og ég kláraði þessa ferð í rauninni, þetta var 8 dagar og enduðu á hlaupa marathon fyrir þau kom heim bara á föstudagskvöldinu og hljóp marathon morgun eftir á lautin? Já. Hafðu þið gert það áður eða? Aldrei. Því oft fólk sem er mikið crossfit að það ef það er ekki búið að undirbúa sig þá er það ekki einhvern veginn sjálfgefið að hlaupa marathon. Nei, alls ekki sko. Ég komst líka að því. Fólk er með talsverðan vöðvamassa sko. Já, ég líka bara komst að því þannig að það er erfitt. Já, ég svona í 30 búið að tala um eitthvað svona múr sko og mér leið rosa vel í gegn hlaupið að ég hljóp bara eiginlega ég hljóp þannig ég hefði getað hlaupið endalaust hvað pumpuna var það en svo bara fór maður að styrna og svona í 38 kilometrum eitthvað þá var þetta orðið ansi þungt sko en kláraði þó þannig að já, við endum þannig á marathóninu svo bara í desember einhvern veginn þá tek ég það bara upp hjá sjálfum mér í rauninni bara lætu vita á því sko og þá var ég búin að fá það flug í hugsun að synda í sólarhring engin sundmaður þannig bara kann að synda og hafði verið að fylgjast með manni sem heitir Ross Edgley Breti sem að syndi í kringum Bretland alveg rétt og hann hafði hann er mikill svo sundkall og þetta var bara enn hugmyndin eitthvað en svo heyrði ég af því að það var viku áður en ég ætlaði að gera það þá heyrði ég af því að það hafi verið maður Íslendingur sem hafi syndi í sólarhring og náði rosa fínum árangri þannig að ég hugsaði bara syndu bara 2 þannig að það var í rauninni og ég vissi að það er engin ekki rosa afrek í hvað vegalengdin er því sko en það var líka sko ég á litla frænku sem að lenti í að vera lögð í einelti í skóla út á landi og þurfti í rauninni bara að flýja eða hætti í skólan og mér var svona skóla svona af því sem ég heyrði þá svona var kannski
ekki tekið, hún þurfti raun að fara, sko. Já. En þannig að það var svona, þá sá ég tækifæri að svona halda hinu sem ég hafði gert sömarið á floti aðeins og leggja svolítið áherslu á þetta. Á þetta, með þetta einelti. Og það var, eins og ég segja, nú aftur það var ekki vel undirbúið, sko. Og svo ég bara líka þannig að ég pínu feiminn, sko. Þannig að bróðir minn skammaði mig mikið eftir það mitt að hafa verið svona feiminn með þetta af því að ég var ekki með þetta auglýsitaði neitt svoleiðis. Þannig að, kannski málstæðurinn tók kannski skellin fyrir feimnina mína, sko. Já, ég skil. Hvað 2 sólarhringar að sundi? Já. Hvað felst í því að sefurðu þó ekkert, eða? Ég datt út hann örugglega 2 sinnum í ykkur á 25 mínútur eða eitthvað. Sofnaði syndandi. Sofnaði syndandi? Hvernig virkar það? En ekki djúpa svefninu, sko, bara en ég var bara að synda skriðsund, bara þannig að 4 morguninn seinni nóttina, sko, og bara einhvern veginn að hugsa eitthvað og svo bara líði út af í takinu, en náttúrulega svelgist aðeins á, þannig að maður fljótur á vakna, sko. Já. Þannig að, og kannski klukkutíma seinna aftur, þá var ég bara í baksundi eitthvað, og náttúrulega bara heiði skýrt og stjörnubjart, sko, þannig að maður bara eitthvað svona bara leiðum og svona, þegar ég segi sofna, það var kannski svolítið íkt, en svona datt út, sko. Já. En hvað með, því það er stundum talað að ef maður er vakandi nógu lengi, þá byrjar maður að fara í remsvefnin í vöku og byrjar að delera. Já. Fara að sjá einhverjar opsjónir og eitthvað svona. Fórst í það, eða? Ég hef ekki fundið fyrir því, en ég fann samt, svo við förum úr einu í annað, þegar ég var í róðurinnum, að það var svo rosalega langur tími. Það var bara næstu 70 tímar í vöku. Þegar þú tókst 500 kilometra? Já. 70 tímar, já? Já, en 55 tímar í að klára, en bara með vökunni fyrir, þegar ég vaknaði morgun á fösti og átti erfitt með að sofna svo þegar ég kom heim á sundi. En þá, ég upplifði ekki neitt svoleiðis nema bara að þegar við erum búin að ganga frá öllu sundegin og ég stendi upp, þá er ég alveg staðráðan í því að ég sé í öðru herbergi. Þá var ég bara búin að vera svo lengi og herbergi búið að taka svo mikið af breytingum, mikið af róðrafélum sem kom inn og út og þannig að ég var alveg staðráðan í að það væri bara annað herbergi hann í CrossFit Reykjavík sem að væri salurinn sem að ég hafði átt að vera í. Það var rauninni svona ruglið sem að ég upplifði. En í sundinu ekki, sko, af því að ég mátti bara ekkert við því að það bara að synda og maður er farin að kannski bara því ég var alltaf og svo var þetta líka í desember, sko, talandum að vera illa undirbúin. Ég hafði bara samband við íþróttamiðstöðina upp í Varma og þau voru nú skemmtilega klikkuð til að taka í þessa hugmynd, sko, og það var bara 9 stiga frost úti og úti sundlaug og... Ég ætlaði að spyrja það út í það. Hvernig að vera með, að því vanalega eru laugarnar sem verið að syndi, hvað svona 24-5 gráður, ekki? Já, keppnis. Já. Sko, þeir áttu erfitt með að ná hita á hana, sko, þannig að hún var köld eiginlega allan tíman. Hvað kallar það köld? Ég man ekki hvað gráðan voru. Já, þetta var keppnis, ég veit ekki hvað þegar þeir eru að keppa, en þetta var kalt, sko. Fólk sem kom að nóni og var að synda með mér var bara, þeim var bara kalt og líka, eins og ég segi, þetta var í desember á Íslandi útisundlug, sko. Þetta var ekkert, en ég bara, þegar ég tala undirbúning og segi sér lélegur í það, en ég er alveg allur þar að það er gott að vera undirbúin. En að geta aðlaga sig í einhverjum erfiðum aðstæðum, flóknum og skrýtnum aðstæðum, er samt til að lykillinn að því að þú klárir það sem þú ætlar að gera. Á þess að gera lítið úr undirbúningu, það er fullt af fólki sem að undirbýr sig vel og klára sitt með stæl, sko. En þú náttúrulega undirbýrði ekkert, þú undirbýrði ekki nema ákveðið mikið undir 2 sólarhringasund, þannig að þú ert augljóslega ekki að fara að synda 1,5 sólarhring í undirbúningnum. Nei. Og alveg eins með 500 kilometra róðravél, þannig að þú munt aldrei geta farið í gegnum allt það í undirbúningnum sem þú munt farið í gegnum þegar að á hólminni komið, sko. Alls ekki, sko. Það er bara einhvern veginn, ég treysti bara alltaf á það einhvern veginn, þetta bara, og eftir því sem að, þetta verður, eftir því sem ég geri meira af þessu, þá verður náttúrulega bara sjálfstraustið, og þekkingin á hvernig maður bregst við og líka minni er, og þú veist. En þú ert að fara að synda í 2 sólarhring og ferð hún í laugina og sér, þetta frost og kallt,
Hugsaður þá ekki hérna, ég var ekki búin að hugsa út í þetta. Ég geti bara farið í ofkælingu. Ég get bara sagt þér hvernig þetta var, sko. Ég var þannig undirbúinn að ég kom í, sko, Under Armour, bara ég boxer, sko. Ég átti ekki sundskilu. Okay. Og ég átti bara stuttbuxur, en ég hugsaði bara það kannski dregur aðeins úr að vera stuttbuxum, þannig að ég bara fann það næsta heima, keypti mér sundgleru, sko, klukkutíma áður en ég átti að mæta. Okay. Og en það sem þar, já, kannski sko kosturinn minn í þessu að vera ekki að ofhugsa þetta. Að vera ekki, þú veist, eins og þegar ég tala að undirbúningur bara að hafa henni góða, en ef maður fer of djúpt í undirbúningin, þá getur farið að koma stress og eitthvað svoleiðis held ég. Það góður punktur, af því eins og ég segi, þetta svona litla sem ég hef gert þegar ég hljóp Laugaveginn, þá upplýði þetta mitt að fólk sem var búið að vera undirbúið mjög lengi og búið að ákveði, ég verða að klára þetta og þetta verður að vera svona og eitthvað, versus það að koma bara þarna og ég hef enga að tapa, sko. Ég eitthvað sem ekkert búin að undirbúna, ég ætla bara að láta reyna á þetta. Já. Það þetta einhvern veginn svona að finna hennar milliveg. Já, algjörlega. Og líka bara, ég held að bara, þetta kemur örugglega einhvers staðar úr uppeldi eða eitthvað, ég held bara að í gegnum tíðina maður hafi alltaf bara svona leitast í að vera að gera erfiða hluti. Ég er fæddur Reykjavík en elstu upp á Hvammstanga, þá getur við 14 ára, sem þetta bara frábær staður fyrir krakka alast upp á þeim tíma, voru allir alltaf bara úti og maður í fjöru að klifra í einhverjum klettum sem að ég fikk í hjartaáfall eða ég vissi að börnum ég var að gera í dag, sko. En og bara svona það verið einhvern veginn fyllt mér bara í gegnum tíðina einhvern veginn bara svona eins og þegar ég hef verið að taka bara langar æfingar til dæmis eins og ég undirbúningu fyrir réttstöðulyftu dæmið, að þá var ég kannski að taka 3-4 tíma æfingar á þess að vera með vott eða þurrt, sko. Já. Og bara svona á þess að pæla neitt í því, sko. Kona mín kom stundu bara eftir ekki með vatninu, svona, Okay. En og það er ekki með þetta? Það er ekki með þetta, bara einhvern veginn, það bara einhvern veginn, kannski bara eins og ég segi, skortur á undirbúning og að skipuleggi sig, en já, bara einhvern veginn svona, ekki á ofhugsa þetta mikið, sko. En áður en þú gerir þetta fyrst, hvað hefur gert það? Þú segir að það hafi kannski verið svona einhvern veginn á einhvern nátt samfélagi CrossFit Reykjavík sem að svona á einhvern nátt ítir aðeins út í þetta. Já. Varstu búin að vera að gera eitthvað svona fyrir áður en þú ferð í CrossFit? Nei, eiginlega bara ekki neitt, sko. Ekkert af svona dóti, sko. Nei. Ég kem bara á körfubolta og hafði bara gaman að því og fannst hlutir erfiðir eins og öðrum finnst, skilur, og en eins og ég segi, það var kannski bara þessi róður sem ég fekk að fljóta með þarna sem að kveikti aðeins svona kveikti á þessu, og samfélagi, bara CrossFit samfélagi, þetta er náttúrulega svolítið extreme æfingar og og maður kynnist sjálfum sér þegar maður er í þannig og þetta bara einhvern veginn höfðaði til mín, sko. Og ég er engin CrossFit hetja, alls ekki, sko, en bara svona, ég finnst það er alveg gaman að vera í óþægindunum og sálsökunum að reyna að finna leið að endamarkinu, sko. Þó svo að hefðbundin CrossFit-æfing sé ekki í sólarhring eða Nei. En ég held að þess vegna er maður svona pínur hræddur, kannski svona eins og bara, ef við tala bara börni mín eða þessa kynslóð sem er núna að þau, alist ekki upp við að vera að gera erfiða hluti, eða skilur Einmitt. Eins og ég segi, ég átti heima Hvammstanga og maður þurfti alltaf, ég var að fara á fótboltaæfingur upp í Hvammi sem er svona svæðið fyrir ofan og maður þurfti alltaf að hjóla og þetta er mjög brött brekka, sko. Og maður hjólaði þangað bara eins og ekkert verið og svo bara þaðan hjólaði maður eitthvað og maður skilaði sér bara einhvern tímann heim, sko. Einmitt. Þannig að maður hugsa stundum hvernig liðum við þetta af, sko. Þegar maður hugsa hvernig bara allt það sem börnum voru að gera fyrir einhverjum, þú veist. Já, góða punktur, það sem að ég tók úr þegar Kristín sem var síðast. Og hún nefnir, við alltaf bara erum búin að vera að gera erfiða hluti, það er sérst bara alast upp, það er svo mikla öfgar hérna. Og bara þegar maður er krakki, maður er bara, það er úti og það er ískallt og maður einhvern veginn tekur ekki eftir því að maður er bara einhvern veginn, það er bara gaman, sko. Einmitt.
og það eitthvað sem kemur svo oft bara með aldrinum að einhvern veginn fyrir þetta að verða voða erfitt en þegar maður líli krakki þá þetta bara ekki erfitt, þetta bara gaman Já, bara, ég sagði mér til kona mína vorum að ræða saman ég get ekki hugsað tilbaka og að einhverju minningu og sagt hvernig veðrið var þetta var bara gaman þegar þetta var þess vegna lendi ég stundum í því á sumrin hérna á Íslandi þegar maður fær þessa örfá daga maður góðu sóladaga, maður að reka börnin sín út þegar maður með samvinskupið sjálfur en hugsa kannski ekki úti að þau eru búin að vera úti í 5 daga í röð í rigningu og eitthvað svona skilur en kannski bara fínt að fá frí þegar það kemur sól þess vegna já, þetta svona það allavega eitt besta trikk sem til við að svona einhvern veginn að ég upplifa þannig á mér að veðrið hefur aldrei minni áhrif á mig heldur en þegar ég mikið úti í slæmum veðrum Nei, nákvæmlega. Þú veist það bara þegar maður byrja bara að fara upp á fjöll þó þessi grænjandi rigning og gera þetta þá einhvern veginn femmaður að vera bara eitthvað það aldrei alveg jafn kalt eins og áður og það ekki jafn slæmt og eitthvað En ef þú fengir að sjá það úr sófanum heima þá kannski væri þetta en þar kemur að þessu sem ég var að segja á hann þetta á ekkert við alla en bara að við erum að tala hvernig maður nálgast þetta að þetta bara aðlögunarhæfni skilur bara svona þetta erfitt, þetta vont, þetta kalt skilur, þetta verður sennilega ekki mikið verra ekki betra, ekki verra ég hugsaði það einmitt síðustu helgi þegar við vorum í þessu þegar þetta var orðið vont þetta verður aldrei verra þannig að ef ég get lyft upp 10 sinnum núna þá hlýti ég geta gert það aftur og svo aftur og aftur Já, upplifir þá að þú komist einhvern tíðan á þannig punkt þegar þú ert í þessu dóti þar sem þú veist nú ég á erfiðasta punktunum og nú verður þetta ekki verra heldur en þetta akkurat núna. Já, en þeir, eins og ég sagði líka við, þessi punktar koma aftur og aftur einhvern veginn aftan á manni, og þau voru mikið, þegar klukkan slæri 9 hann á sunnudagsmorgunin í þessu nýjasta, þá kemur svona smá bakslaga því að þú veist, bara mjóbaki á mig bara réð ekki við meira einhvern veginn, ég bara gat ekki tekið upp 60 kíló nema bara með herkjum og svo líti ég á klukkuna þá eru 4 klukkutímar eftir þannig að það eins raunverulegt og það verður og hvað gerir þá? Og þá bara kláruðum við það emom eða það sett í rauninni og svo bara leggst ég á gólfið á einhverja 4 mínútur í pásu og þá þeir sem eru með mér, bróður minn, Heimir og Sveinbjörn vinur minn, taka bara ákvörðun í rauninni á staðnum, reikna þetta bara út og sjá að við eigum að geta klárað þetta að halda plani ef við lækkum þetta í 45 kíló. Að því ég var búin að vera að safna, vinna mér inn, Auka lyftur. Já, og svo ákvörðun var bara hárrétt á þeim punkti og það tók smá tíma eins bara svona að setla sig inn í það en svo var þetta bara, eins og ég sagði við á hann, það var svo mikið af fólki mætt þarna og margir búin að leggja sitt á vogaskálanda, það var bara eins gott þetta hefnaðist, Er það ekki líka rosa búst þegar það eru svona margir konur að horfa á Jú, bara eins og ég hef sagt við í öllu þessu sem að ég hef gert, þá getur maður líkt þessu við þannig að ég í rauninni kannski set flugvélina á flugbrautina, en það eru allir aðrir sem að koma inn á loft, Ég fæ bara einhverja hugmynd og oftast segir bróðum mínu frá því og þá fer eitthvað í gang og þannig að ég verið að reyna að tala bara alltaf að við höfum verið að setja heimsmet og allt svolítið að því að þó svo ég hafi kannski lyft lóðunum en þá allir sem voru tilbúnir að gera hvað sem til þess að þetta myndi ganga upp og það það fallega í þessu og það rauninni boðskapurinn það kannski það sem maður leitast ég gera þetta alltaf aftur og aftur og bara þessi tilfinning að allir einhvern veginn bara hafa óbeinandi trú á einhverju geðviki, eru bara tilbúinir að gera bara allt til þess að láta hann ganga upp Er ég að rugla eða á ég einhverja minninga á því að þú hefur verið að fara upp Esjuna og halda á róðravélinni? Nei, með skíðavélina. Skíðavélina? Já, það var enn hugmyndin, við erum alltaf að tala þessar konceptvélar og þá fekk ég einmitt hugmyndum að þá hafði verið Reykjavík CrossFit Championship ég held 2019 og þá hafði fyrsta grein verið að þau hlöpu upp bara ESU sprettur í rauninni og ég fylgdist með og vorum og sáum þetta að gerast allt og þá einhvern veginn, ég veit ekki, bara kom einhver hugmynd að fara upp með skíðavélina og í rauninni sá tími sem það tæki með að koma henni upp
væri tíminn sem ég myndi vinna á henni svo uppi á... Já, lengi þú varst komin. Já. Hvað er svona vel þung? Þetta voru með öllu 45 kíló og hún var líka þetta var svo óþægilegt, sko, þetta var svona í 2 hlutum, sko. Þetta var svona eins óþægilegt að verður. Þannig að þú er ekki getað dröslaðin upp bara eins og þú væri með 45 kíló á bakpoka? Nei, í rauninni ekki, sko. Þetta var fyrir fólk sem var að labba upp og niður hefur þetta verið mjög sérstök sjón, sko, því að ég var kannski að labba með 1 hlutan 100 metra, koma tilbaka, sækja næsta, fara með hann 200 og koma svo, það var svona... Já, svoleiðis. Já. Hvað varstu lengi að fara upp? 2 klukkutíma og 8 mínútur eða. Fórstu alla leið upp topp, eða upp að steini? Upp að steini. Upp að steini, já. Og þar hefur bara gert þá 2 tíma æfingu á vélinni? Já. Það var samt vel þess virði, sko, bara svona gaman þegar svona villtar hugmyndir, já, eru bara þess virði að gera, sko. Það var hann eitt skipti sem að systir mín var með mér að vísu allan tíman, sko, og sem að var enginn hann uppi. Það var bara eitthvað svona algjör bara nú, bara alveg þögn nema náttúrulega bara í vélinni. Já, systir mín fór einmitt í lækarna rétt hjá að sækja vatn, þannig að ég var bara í smástund aleinn og geggja skygni, það var svona, þá hugsaði að þetta ekki alveg galið, sko. Nei. En svo þátti ég náttúrulega komin í niður, sko, þegar þetta var allt búið. En einmitt þetta, því við erum búin að tala þetta, hún nefndir á þannig þetta myrkur og einhver svona sem þú ferð inn í. Já. Upplifir ekki líka hina hliðina? Það er að segja að þeir eru að fara í gegnum einhver svona, kom ekki líka svona ecstasy moment? Alveg, sko, það er bara, og það er rauninni þessi tilfinning, sem að þegar þú klárar, eins og það bæði eftir róðurinn og svona réttstöðliftina, þegar maður, sérstaklega þegar fólk er á svæðinu og er að peppa þig áfram og bara, maður finnur bara góða strauma til sín, skilur, að í bæði skiptin hugsaði ég bara, ég geti bara haldið áfram, eða skilur, bara svona þannig moment, sko. Jú, maður finnur það alveg inn í líka, sko, en það er oft bara svo mikið í gangi einhvern veginn, taugakerfið er svo mikið að ströggla, sko. Þannig að, en jú, það maður finnur alveg eins og þetta með að fara upp á Esjuna, það var alltaf kannski svona var rauninni ekkit, ekstrím neitt við það nema bara galin hugmynd, skilur en að vera þarna uppið mitt og einhvern veginn geta séð yfir allt og vera einn í smástund, það var alveg geggjað, sko. Hvað af öllu þessu sem þú hefur gert, hvað þessu svona eftir á heikjaður og horfið tilbaka núna, hvað var erfiðast? Já, sko, alveg örugglega róðurinn, sko. 500 kílómetrar. Já, það bara tók svo langan tíma, þetta er bara sama hreyfing í 55 klukkutíma. Einmitt. Og það, já, ég var spurður einmitt eftir þegar við kláruðum hann heimsmetið, að hvort var erfiðar þetta róðurinn. Svona líkamlega var kannski tók réttstöðliftan meira úr, skilur, ef maður horfir á þannig. En þetta var bara svo ógeðslega langur tími í róðurinnum. Og þar aftur, skilur, svo hugmynd kemur bara því að ég hlusta á podcast með henni Elisabethu Marquez, hún var nýbúin að hlaupa þarna 400 kilometra í Gobi. Já, einmitt. Og ég hugsaði bara, ég var nýbúin þá að svaka sjálfstörust eftir 100 kilometra róður, sko. Ég hugsaði bara, akkur ekki bara 500 á 50 tímum. Sendi það á Evert og þá náttúrulega var Kristín nýbúin að missa mannin sinn og ég sá að var komin einhver söfnarreikningur en ég hugsaði bara, akkur ekki bara gera þetta og reyna að búa eitthvað til og náttúrulega það sem varð til var náttúrulega bara ógleymanlegt, sko. Einmitt. Og það er kannski, af því að sá viðburður gerist svona svo snemma í þessu hjá mér, sko, að maður er alltaf einhvern veginn að leita aftur í hvað það var geggjað, sko. Já, akkurat. Og það var hugmyndin einmitt með þessu heimsmetstilraun að ná upp svipari stemningu en náttúrulega bara COVID náttúrulega bauð ekki upp á svona mikið af fólki. Nei, einmitt. Hvað var þegar að það var var þá gífurlegur fjöldi sem var mættur og... Já, það var sko 1:30 til dæmis á laugardagsnótt aðfarnótt sunnudags. Þannig að í róðurinnum, það var bara biðruð af fólki að bíðast eftir að komast í róðravél. Einmitt. Og þá var fólk að róa með þér, var það ekki? Jú. Já. Og gera geggjaða hluti. Fullt af fólki sem var að koma til mín og aldrei rói áður eða rói mest eitthvað skilur var að taka einhverjar fáránlega vegalendir, sko. Það var bara einhvern veginn svona,
en það þyrfti kannski, eins og ég sagði við bróðum það hefur verið gaman að gera eitthvað svona behind the scenes með það, því að ég man ekkert nema bara það sem ég var að gera, sko. Akkurat. En það var svo margir hlutir sem að voru að gerast, auðvitað var fólk að koma til mín og tala við mig og svona, en ég var bara í einhverju búblu, sko, bara rói hálftíma og hvíli 5 mínútur, bara, Já, einmitt. Þú verður náttúrulega að vera með alla einbeitingun á því sem þú ert að gera. Já, en ég reyndi og mér fannst að voru fólk hafði áhyggjur af því hvort að truflaði mig að fólk var að koma að tala. Mér fannst það geggja, sko. Já. Gleymdi maður kannski 5 mínútum eða eitthvað svo leið, sko. Þannig að, já, kannski bara sækist maður í svo leið, það er bara svo geggjað að þegar að við viljum öll að samaskilu, að heimurinn sé bara góður og aðeinslegu, sko. En náttúrulega erum öll kannski með okkar nálganir á það. Þannig að Hvað með hvernig af þessum, er þetta ekki, fyrst voru sko, þessi 500 kilometrar í róðurunum, síðan sundið í 2 tíman og síðan núna réttstöðlistan. Þetta eru svona það þrennt stærsta sem þú gerst, eða ekki rétt um mér? Jú, sem er svona samfleytt, sko. Hvernig kemur líkamann út úr þessu? Bara til dæmis eins og núna vika síðan og ég er bara mjög ferskur. Þú byrjuð að ræfa aftur? Já, bara svona hjóla og róa og eitthvað svona, þú veist, en bara, þú veist, ég er ekki að vera yngri, sko, maður er bara eldast, þannig að maður svona verður að fara, maður verður aðeins að, en ég var nefnilega hættulega ferskur á mánudeginum í síðustu viku. Vaknaði bara rosalega ferskur að því að fór snemma að sofa og var örugglega bara ennþá í einhverju svona endorfín, þú veist, fór í 2 viðtöl, fór svo upp í CrossFit Reykjavík að ganga frá nokkrum hlutum og hitti fólk og spjallaði, fór svo í vinnuna og spjallaði fólk þar og glimti svolítið bara svona að recovera, var ekki að borða að drekka eins og ég hefði átt, sko. En svo fór ég að þjálfa seinnipartinn af því að strákandi mínir sem ég er að þjálfa hafi verið að senda sumir skilabóð gegnum foreldra sína og bara svona hvetja skilur, þannig svona sá mig tilneitan, ekki bara tilneitan, heldur langaði með að hitta á, sko. En þá sloknuðu ljósin. Bara, þú veist, þá var ég bara alveg búinn, sko. Var í rauninni ekki búinn að innbyrða eitt eða neitt af neinu yfir daginn, sko. Þannig að, en skrokkurinn, en síðan þá hefur þetta bara verið upp á við. Hvað er það að, maður er með þessa tilfinningu einhvern veginn, að það hafi einu sinni verið ef fólk ætla að hlaupa marathon, að þá er bara, þú þarft að undirbúa þig svona, svo þarft að hvíla svona lengi fyrir það, svo þarf það búið, þá ertu bara helst í mann ekki bara hvað var talað bara hvílir eiginlega bara alveg í mánuð eða eitthvað. Manni finnst eins og svona við séum að koma í tímabil þar sem að þessi vísindur eru jafnvel að vera svolítið úrelt, sko. Fólk að gera oft bara lygilega hluti þegar maður er að heyra einhverjar sögur og utan þar sem einhverjir aðilar að hlaupa bara marathon dag eftir dag og eitthvað svona vitleysur, sko. Já, 50 járnkalla á 50 dögum eitthvað svona bull, sko. En ég held að það sé náttúrulega, sko, það er náttúrulega einhver fræði en það er bara eins og með það eins og allt, það er svo misjant hvað hendar til dæmis mér versus þér, skilur. Akkurat. Og þess vegna ætla ég ekki að vera að draga úr fólki að þegar það er að fara að gera eitthvað endilega undirbúa og kynna sér og vera tilbúin, sko. Og þó svo ég hafi farið illa undirbúin, þú veist, þá hefur fólki mitt, skilur, kona mín, systkini mín og verið að hlaupa til og frá, skilur, að ná í hitt og þetta sem ég gleymdi að hugsa út í, sko. En eins og til dæmis með þetta með réttulistan þá ákvað ég að gera það án þess að vera með neitt aukabúna. Ég var ekki með grifflur eða það mátti ekki með belti. Það mér langaði bara svona að sjá, skilur, hvort það væri hægt, sko. Og það er alltaf fólk sem að villir vel og segir þér hvað átt að gera, sem er bara gott að blessa, vill ráðleggja með hitt og þetta, en þegar allt kemur til alls þá er þetta svolítið þú sjálfur og þín þekking á sjálfum þér og líkamannum, skilur, sem að kemur þér í gegnum eða ekki. Eða ekki? Já, ég segi það, þá bara kemur það í ljós, sko. Hvernig með mataræði? Fyrir og eftir svona? Já, ég sendi til þín að einhverja punkta. Ég er eins einfaldur og óspennandi og hægt er, sko. Ég er búinn að borða, sko, eiginlega eftir að COVID kom upp, þá voru svona svolítið ég er að vinna þannig vinnu að við máttum ekki koma inn á vinnustæðin, þannig ég sætti mig bara við sama hádegismatinn sem er ekkert glæsilegur, þú veist, langloka Pepsi Max og súkkulaðistykki bara í 3 mánuði, sko. Og ekkert að flækja, veist, og það var orðið þannig að ég var eitthvað svona, kannski fæði mér eitthvað, veist, langlokan, hún er alltaf solid, sko. Þannig að mataræði
við ættum að fara að krifja það, sko, það ekkert glæsilegt þannig, sko. En bara, ég hugsaði bara í aðdragandanum, ég hugsa alveg holt, skilur, ég borða alveg það sem holt, en stundum einfaldar kostur bara einhvern veginn stundum fyrir valinu, sko. Já, borða vel. Reyndar hefur maður séð það svolítið að fólk sem í, eins og í löngu utanvegarhlaupunum og í sem svona últra, það oft með mataræði bara einhvern veginn, sko. Það bara aðalega bara borða nógu mikið af kolvetnum og eitthvað. Já, fá einn bara hitaðningana, sko. En svo líka skrítið þegar þú ert í aksjóninu, því ég sagði við eina sem ég þekkti að þetta væri bara góð afsökun til að borða vel í sólarhring, skilur, skemmtilega mat og nammi, en svo langar þið bara ekkert að borða. Það var eiginlega besti síðustu 4 tíman eins og síðustu helgi, það var bara eina sem ég heyrði í kringum mig var bara, fá hann til að borða, skilur, bara kona mín kom með vínabrauð sem að var algjört lykilatriði svona á lokametrónu, sko. En annars ertu bara eitthvað svona, alls konar fullt af gírnilegu dóti frá hinum og þessum sem að ég eti bara glaður hvernig einast langaði bara alls ekkert í það, sko. Það ekki að því að þegar líkaminn í, þetta svona fight or flight versus rest and digest, sko, að þegar líkaminn í fight or flight móti, þá hann ekki, þá meldingafærin ekki mjög móttækileg og þar að leiðandi heilin líka. Já, það kannski bara eitt misjón, það að koma þér í gegnum það sem þú ert að gera, sko. Það svona bara algjört listaleysi, sko. Já, það það, sko. Það bara svona eiginlega, og líka þetta var svona, þannig hreyfing rétt stöðlifta, og það var það var á tímabili sem ég var búin að vera að tróða svolítið onni mig, en að því að þú ert í rauninni að svona þjappa þig saman, sko, þá var það stundum að koma bara upp aftur, sko. Já, akkurat. Þannig að það var alveg kannski að koma, ég drakk bara vel að vökva, var alltaf svona vökvað með kolvetnisdrykk og vatni og þannig að, já. Hvað með þegar þú upplifir, sko, eftir úr búið með eitthvað svona, eins og ég held ég hafi spjallað við Elisabeth og hún var einmitt að tala með mig að eftir Gobi, að þá upplifðum bara eitthvað svona bara í ákveðin tíma og eftir, bara ákveðina vikur. Svo kom bara allt í einu svaka krass, sko. Og alveg rosalega lengi að jafna sig og svona. Hvað, ef maður losnar við að krassi sér mikið, þó maður upplifir þetta þá hlýtur það að vera dálítið öðruvís heldur en bara eftir venjulega æfingu, eða erfiða æfingu. Getum við þá að gera svolítið háður þessu? Jú, þú verður það, sko. Af því að ég held að, sko, víman, ef maður getur orðað, hún miklu sterkari heldur en krassi, af því að ég eftir róðurinn þá kom alveg svona hressilegt krass hjá mér bara samt ekki fyrir í febrúar, sko. Hvenær var róðurinn? Hann var í desember, eða bara í nóvember-desember mánaðamótin. Og þá og það var líka bara aðalega, sko, því ég átti bara svo erfitt með að það voru allir að koma einhvern veginn og hrósa manni og hitt og þetta, skilur, en fyrir mér var þetta samt bara svo skrítið, því að þessi viðburður var til af svo sorglegri ástæðu, sko. Og ég, og það var að koma til mín fólk, skilur, meiri segja ég var að keppa með Kristínu Sif hann í febrúar, rétt var hann í krassa bara, þá stendur strákur sem að keppa þetta var þrekmótaröðin og bara að fara að keppa við mig bara á ráslínunni segir hann bara, mér langar bara að þakka fyrir róðun, þetta bara bjargaði lífið mínu. Þá bara svona, what? Bara hvað? Og í kjölfarað þessu þá bara svona, að því að ég átti bara svolítið svona erfitt með að gefa mig kredit fyrir hvað ég gerst og eitthvað svona, bara af því að þetta var svo, sorglegur bara atburður sem gerðist, skiljum. Þannig að og líka bara, ég var að fá sögur og fá skilabóð eitthvað svona, fólk var að þakka mig fyrir að berga lífi sínu, ég bara tengdi ekki við það, sko. Ég skil. Og plús það var ekki búin að vinna úr, líkamlega, andlega, ég fór bara strax að staða æværunin eftir róðurinn. Þannig að þá kom bara svona, eiginlega svona nauðsynlegt krass í febrúar 2019. Og hvernig lýsir það sér þá? Bara orkuleysi og... Já, bara svona eiginlega, ég var svona farin að finna kannski bara svona heima, ég svona átti ekki, maður alltaf svona, það svolítið líka með okkur, maður alltaf út á við að gera, gefa af sér, sko, svo kemur heim og þá fá allir sem eru þar bara einhverja leifar, sko. Ég tengi við það. Já, ég veit. Þannig að sem að maður verður að passa sér svolítið á, sko. Maður verður að passa á þínu. Það var svona hluti af krassinu, ég var svona að fara að líða illa upp á það að gera ekki það ég að vera eitthvað vondur eiginmaður eða faðir, en bara svona, ég fannst ekki ég geta deliverað bara eiga lítið eftir. Já, fyrir þá sem að voru heima fyrir, sko.
Ég held að þetta sé reyndar algengt með fólk sem gerir svona, sem að gera einhverja magnaða hluti og eitthvað, gefur rosa mikið af þér og þú ertu jafnvel að gefa af þér til allra og eitthvað svona og síðan þarf maður þá að skoða hinendan sem þá er það oft kannski þeir sem eru nánasti manni sem að fá að sjá hina hliðina sko. Já, það er bara alltaf þannig sem fólki sem að manni langar náttúrulega að vera að gefa mest til sko. Já, ég var náttúrulega bara konu sem að á skilið sko, öllu verðlun sem eru til sko. Hún er náttúrulega bara æðisleg ég væri ekkert í þessu nema því að hún bara treystir mér og styður mig sko, og tekur þessum leifum sem að liggja svo heima eftir þetta sko. En hún lætur ekkert bjóða sig hvað sem skilur, en það er bara nákvæmlega eins og þú segir, þetta er einhvern veginn í okkur, maður vill vera svona út á við og halda áfram að gefa á sér og finnast maður að vera svona skildugur til þess að fylgja eftir einhverju sko. Ég mynda með svona íþróttamenn sem eru á háu leveli skilur, en þegar allt kemur til aðstæð þá er það náttúrulega bara fólki í kringu því sem fær að sjá kannski eitthvað annað eða sjá bara, eins og ég segi, þessar leifar sem að verða eftir. Ekki það hljómar dramatísku, en þetta var bara svona, þetta var eiginlega bara búið á tanknum sko. Og já. Upplifir að viðmiðin færist þegar þú ert búin að gera svona svakalega, þess að róa 500 kílómetra og vera að gera réttuðlyfti í 521 tonn í heilan sólarhring. Segjum nú sem svo að líða einhver tími núna þannig að þú gerir næst eitthvað svona. Já. En ertu þá samt komið önnu viðmið í að ertu bara að gera venjulega ræfingar eða ertu þá komin í að að það er þá ekkert mál að hendi 50 kílómetra á róðravélina annars slægið eða? Já, það er kannski nei, sem betur fyrir ég kannski ekki alveg þar sko. En ég minnst alltaf gaman að takast á við bara þá æfingu sem fyrir fram mig sko. En viðmiðin kannski eru fólk sem hefur gert svona og en það sem ég þarf eiginlega svona að passa mig á er kannski eins og þegar ég er að umgangast börnin mín eða konuna mín eða að hluti sem að mér finnst orðnir bara útrúlega auðveldir skilur að þeim finnst það kannski ekki eða skilur með svona að vera ekki að ýta fólki út í eitthvað sem að mér finnst ekkert vera neitt mál sko. En svona Ég sé þetta hjá mörgum sem eru, eins og í utanvegarhlaupunum, þú veist hvað Sigurjón Ernir er, til dæmis. Já, góðu félagi, toppnáungi. Já, ég sé þetta eins og í honum, að hann er búin að bara hlaupa svo rosalega vegalengdur og hlaupur að hratt og eitthvað. Já. Þá er maður með hann á Instagram og maður sé bara einhverjum venjulegum þriðjudegi bara búin að taka æfingu og svo bara 30 kílómetrar seinnipartinn. Já, bara góður. Og þá er maður með dögsum, þetta er orðin alveg önnu viðmið, sko. Já, hann er náttúrulega bara maður fylgist með honum sko oft eins og ég segi heim í sófa eitthvað bara svona sér hann einmitt búin að klára marathon eða eitthvað bara á æfingu eða eitthvað slags. Það líður öllum eins og þessi latir þegar þeir horfa á Instagram hans. Já, líka við sko. Það en já, viðmiðin en ég held að þetta sé bara þetta er bara svona, þetta er að verða meira og meira þetta, svona ofurhlaup og bara Já, líka áhugavert þegar við erum komin í, eins og til dæmis maður sér að hann er að hugsa recovery hlutan mjög vel líka. Mjög, sko. Hann er með kölduböðin og fæðuna og allt þetta, hugsa svefnin. Og þá erum við kannski komin á tíma þar sem einhver hugmyndir hvað við getum er orðnar úreltar, sko. Já. Við getum kannski bara miklu meira, sko. Já, algjörlega, sko. Hann, ég hvet fólk til þess að fylgja honum frekar í undirbúning og recovery heldur en að hlusta á það sem ég er að segja sko. En hann er íþróttafræðingur og ég líka og margt af þessu sem að ég las í kennslubókum og maður lesi einhversum fræðum eins og ég sagði við á hann svo er það bara einstaklingsmyndi sko, hvað hendar sko. Akkurat. Og ég held að á þess að þurfa alltaf að vera að fara út í einhverju öfgar þá hefur bara gott að því aðeins að svona innan skynsamlega marka að challengea sjálf okkur, skilur. Já. Líka minn ennáttúrulega með alveg gífurlega aðlögunarhæfni. Já. Það er svona mesta sem að ég gekk eitthvað til hann Jakobsveginn og þá var ég að labba og ég let ferja faranguri fyrir mig og svo fann ég bara ég var komin í stuð, þannig að síðustu 3 dagana labbaði ég sko 40 kílómetra og svo 46 og endaði svo 54. Og þá hefði ég hugsað sko einmitt þetta að ég var þreyttar eftir því sem þegar ég var búin að ganga en alltaf öðruvísi heldur en hún slítur manni miklu minna. Já, samt sko. Þegar ég vaknaði eftir þessa 54 kílómetra, ég var bara pirraður yfir því að vera búinn sko. Mér langaði bara að labba aðra 40-50 daginn eftir. Þá fattaði ég en hins vegar var ég mjög stífur eftir fyrstu dagana þegar ég var að labba 20 kílómetra. Já.
Þá fatta og bara eins og heilin og líkaminn fær að skilja, heyrðu, gæinn að fara að labba aftur á morgun, við verðum bara að laga þetta, skilju. Og þá einhvern veginn upplifði maður þetta momentum sem var alltaf henni komið, sko, sem kannski svona maður eins og Sigur, hún bara í alla daga. Já, bara, það vakna ákveðlega að sofna, sko. En það er nefnilega, líkaminn magnaður en við höldum, sko, svo við færum okkur aftur í róðurinn að eftir 18 tíma eða 20 tíma og eiga þá, 35 tíma eftir, þá leið mér svo illa, sko, og brotnaði niður, grét þarna fyrir framan alla og allt skilur, bara svona, þetta var svo fjarlægt, sko, en svo síðustu 15 tímana fann ég ekki fyrir neð, það var bara einhvern veginn líkaminn bara, bara, hann ekki að stoppa, við þurfum bara, það var bara deyfði, bara, ég fann ekki fyrir verkjum sem að ég fann bara ekki þrýsting hér og þar, sko, en enga verki, sko, bara, hann, einhvern veginn, auðvitað getur við mismið honum, bóðið honum, skilur, en hann fer sína, hann gerir það sem þarf að gera til þess að... En komður að segja, ekki eitt af því sem í því sem þú ert að gera, sem getur svona inspærað fólk, það þurfa ekki allir að vera að róa 500 kilometra eða taka réttstöð í sólarhring, en það kannski svolítið svona, hvað eru mínir 500 kilometrar í róðri? Og það gæti alveg verið eitthvað, bara eins og, ef ég félagsfælinn, þá var það bara, að pína mig í að byrja að tala við fólk. Já, bara svona, fara út fyrir mitt box og gera eitthvað sem ég get einhvern veginn þarna sigraðist ég svolítið á sjálfum. Já, þetta er bara mitt comfort box að gera svona hluti, að ég kann og þekki þetta, en að þú myndir biðja mig að kannski gera eitthvað annað sem er óþægilegt, þá þyrfti ég að hugsa aðeins meir út í það. Og þetta er góður punktur að ég er búin að vera alveg hamra á börnunum mínum, bara svona, þið þurfið ekki að vera góðar, þið þurfið ekki að setja heimsmetið að gera neitt til þess að vera góða manneskjur, skilur. Og það eru möguleikar á bætingum allstar. Ég er alveg svona, ég er svona heldtekin líka af, bara einhvern veginn svona, mér er svo gaman að horfa í einhvern veginn svona aðstæður, eins og til dæmis þegar maður er að labba á eftir einhverjum í gegnum hurð, hvernig, hvort að hann haldinni opinni eða ekki. Og nú er ég aðeins komin út fyrir efni, en bara svona, en það eru svona... Þetta er alveg efni líka. Já, bara svona, en ég hef alveg farið líka mjög langt og vandræðilega með það, til dæmis, skilur, að hafa hurðina, lendi ykkur dilemmu og hafa hurðina að opna of lengi, sem að verður til þess að manneski sem er að koma inn, þarf að hlaupa svona vandræðilega til þess að koma. Það er svona, en já, ég bara svona er svo mikið að horfa í, alls konar hluti, sem við getum bætt okkur, skilur, og vera að, bjóða góðan daginn og vera kurteis og, en auðvitað erum við mannleg og getum átt okkar daga og það má alveg vera, skilur, en... Algjörlega, en eitt af því sem ég myndi allan að hugsa með einhvern sem gerir svona eins og þú ert búin að gera, er að þú gegnum svona þrekvirki kynnistu svo mörgum hliðum af sjálfu þér og þú kynnist eins og þú sagði myrkra hliðum, skuggarniðinir og allt þetta sem vonandi gæti þó kannski hjálpa þér að verða betri í daglegu lífi. Já, ég get alveg sagt þér það að hafandi farið í gegnum þetta, kannski líka bara einhver þroski að spila hann inn í og eitthvað svona, skilur, en svona, ég er miklu meira sjálfstraust í aðstæðum sem ég hefði ekki pælt í áður, sko. Og líka kannski bara því að maður finnur bara svo góða strauma frá fólki sem að mér finnst alltaf ég hef alltaf ég gaman af, sko, því að ég er bara einhver gaur, skilur, sem að er bara að gera eitthvað sem að kannski ekki telst ekki eðlilegt, sko, en einhver verða fyrir einhverju hvatningu af því, sko. En svo ég komið aftur inn á bara, svona, ég held bara einhvern veginn, já, maður, ég held að maður þurfi bara alltaf einhvern veginn að vera opinn fyrir því að hlutir geta verið erfiðir. Þess að þegar við eignuðumst okkar þriðja barn sem að grét stanslust í 3 mánuði, að þá svaf ég á gólfinu inni á börnunum mínum, hinum 2, sko, og beita bara einhvern veginn í mig að ég þyrfti ekki dínu, bara svona svaf bara á gólfinu, þá getilega við keyptum dínu og svona, en það er svona eins og að tala viðmiðin á hann, það er orðið svo fátt sem að þegar við hugsaum eitthvað svoleiðis, eitthvað svona þægindi sem að kröfuna mínar eru eiginlega orðnar engar, skilur. Þó mér finnst alveg gott að vera með kósí sæng og upp í góðu rúmi og allt svoleiðis, en ég á mjög auðvelt með að, og ég held að kynslóðan undan okkur
sé líka þarna, skilur, auðvelt með að aðlaga sig að bara einhverju sem að sætta sig við eitthvað minimal, sko. Alveg örglega, sko. Og það, mér finnst það heillandi, sko. Þó sem ég vilja eiga kost á því á hinnu, að þá held ég að sé gott fyrir okkur að vera opinn fyrir að hlutinni geti ekki alltaf verið bara þægileg, sko. Einmitt. Þetta svona einn af þeim sem ég lesi mikið eftir, Tim Ferriss, hann var að mæla með því að fólk tæki reglulega þessa æfingu að þú veist að við erum með einhvern ótta og þá það bara worst case scenarioð. Hvað worst case scenarioð? Jú, það bara einmitt að ég sofa á gólfi og að það sé ekkert til nema bara baunir eða hafragrautur. Þannig að þú gerir ég það bara í 2-3 daga. Sef á gólfinu og ég baunir. Algjörlega. Og þá fatta ég að það var ekki að præðilegt og ég held. Nei. Og þá einhvern veginn kannski svona hjálpar það mér að eiga við kvíða í daglegu lífi, sko. Ég meina, þú getur bara séð, eins og með útigangsfólk, skilur við, þegar maður hefur séð einhverjum svona raunveruleika þætti, þegar þau fá, hvað viðmiðin þeirra eru lág, að þau, ég er að tala með ég svo á gólfinni í 3 mánuði, skilur við, með börnunum mínum, af því að dóttir mín er svo óvær, en það er fólk úti sem að er bara að fara í gegnum erfiðleika á hverjum einsta degi mörg ár, sko, og þurfa að sætta sig við ekkert, sko. Akkurat. Þannig að ég held að sé svona lærdómur í því, sko. Ertu strax farin að huga að næsta missjóni? Nei, ótrúlega þess að það var ekkert komið. En bara ég var bara svo þakkláttur fyrir síðasta, bara undirtektirnar og viðbröðin og mér fannst svona kannski líka boðskapurinn svona aðeins komast til skila, sko. En ég er alltaf opinn fyrir einhverjum hugmyndum, sko, en ég ætla ekki að lofa hann einu, sko. Ég held að kona mín, þó sem hún sé æðisleg, sko, að sé svona til ég að það sé bara svona rólegt, sko. En mér langar samt að vera duglegri í útivistinni. Bara með tilkomu Instagram að maður að sjá fólk á stöðum sem að maður er bara, er þetta á Íslandi? Er þetta bara hérna, skilur, og ég er bara heima í stofu eða út í garði. Það er stundur smá effort að koma sér á þessa staði, en bara, ég var að velta sér fyrir mér eins og núna, bara þú veist, maður er með þessu hugmyndum eins og Fimmvörðuhálsinn og Laugaveginn og svona, þú veist, þetta er bara verið hásumarið, en þá var mitt svona, ég var að ræða við félaga minn í gær, sko, er eitthvað sem banna manni bara, þú veist, að labba kannski hálfan Fimmvörðuhálsinn núna og aftur tilbaka, þó þessi bara, þú veist, þó þessi bara lok febrúar, skilur. Nákvæmlega. Akkur ekki, sko. Nákvæmlega. Maður var bara opnari fyrir því, sko. Það er kannski það góða sem kom út úr þessu COVID-ástandi, veist, það var svona bara svona staði sem allt í einu poppuð upp sem maður vissi ekki að vera til, sko. Fólk er svolítið einmitt, það var ég held að sé rosalega fáir sem hafi haldið sér við heimaæfingarnar einhvern veginn allan tíman, þannig að fólk fór svolítið að fara í útivistina í staðinn, sko. Algjörlega, þetta var alveg glata síðasta ár að mörguleiti, en örugglega margt í ákvæð, sko. Það eru hluti sem endurræsir eru örugglega margt. 100%. Bara fyrir þetta í hvernig við tæklum það. Nákvæmlega. Erum við ekki búin að kofra það helsta? Jú. Það ekki? Ég vona það. Það held ég. Gekkið að fá þig heimsókn. Já, takk fyrir mig. Bara gaman. Takk fyrir komuna. Hlakka til að hlusta bara áfram. Ekki? Þú ert búin að hlusta svolítið? Já, þetta er bara frábært. Það er bara gaman að fá lærdóm frá alls konar fólki, sko. Og vera opinn fyrir því að tileinka sér það, sko. Gott að hvað hlusta þegar maður er á löngum æfingum. Já, segðu. Takk æðislega fyrir komuna. Já, takk hérlega. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.